Sælverði, Ásdís Olsen heiti ég og í dag ætla ég að tala hugvíkandi efni. Því í síðustu viku undirritaði Donald Trump mjög mikilvæga tilskipun varðandi hugvíkandi efni sem marka tímamót í bandarískri heilbrigðisstefnu. Og hjá mér Frímann Kerúl sem formaður félagsins hugvíkandi og sérfróður þessi efni. Og við ætlum að fá að heyra í honum hvaða áhrif þetta mun hafa hérna á Íslandi og bara í heiminum varðandi geðheilbrigðismál og bara heilbrigðismál almennt. Og velkomin Frímann. Takk fyrir. Hvernig líst þér á þessa tilskipun Bandaríkjaforseta? Rosa vel, en hún kemur alveg svolítið á óvart. Mér finnst það stórt skref, sko. Ég hef búið að búast við þessu, en ég var ekki alveg að kaupa það, sko. En Hann með JFK með sér í svona þessum vangaveltum. Já, það kemur alltaf mest frá honum, sko. Hann mjög pro-psychedelic og þannig að þetta náttúrulega hann má sennilega segja það að þessi stærsta skref sem að nokkur ríkisstjórn hefur tekið gagnvart því að lögleiða meðferðir með skilvirkandi efnum. Svona, það eru önnur lönd búin að lögleiða þetta en það fáir jafn stórar úr Bandaríkin í þessu samhengi, sko. Byrjum aðeins þarna. Þú segir skynvirkandi og ég segi hugvirkandi svo að fólk viti hvað við erum að tala um. Já. Þá heitir þetta psychedelics á svona þessu alþjóðamáli, yfirleitt tala um það þannig og við erum að tala um svona ayahuasca, MDMA, sveppi og svona fleiri efni sem eru notuð í því skyni að hjálpa fólki að heila sig. Einmitt. Og kannski það hefur komið svona pínu fram kannski gott að koma aðeins inn á þetta hver eru þessi efni og hvernig eru þau frábrigðin öðrum ólöglegum hugbreytandi efnum. Já. Og þetta svona bara aðeins til að svona herða á þessu. Já. Að við erum með alls konar efni sem hafa áhrif á það hvernig þú upplifir heiminn og þú ert með kókaín, þú ert með áfengi og þú ert með alls konar efni og svo ertu með sveppi og MDMA og eitthvað svona og ég eiginlega svona besta leiðin til að aðgreina þessi efni að sum af þessum efnum þau maska eða loka á sársauka og loka á hluti sem að bara íta í burtu vandamálum og meðan önnur af þessum efnum að þau beina athyglinni að vandamálunum og neyða þau til þess að takast á vandamálin og það einmitt bara svolítið þetta með við tökum bara til dæmis kókaín áfengi að þá maska þau vandamálin og þau bara, taki burtu vandamálin. Forða þér frá að finna til. Já, tímabundið, bara taki burtu sásaukan. Já. Eða eitthvað sliðis og meðan að þessi skynvinkandi efni að þau svolítið þvinga þig, þau bara svona neyða þig til þess að horfa á hvað það sem rangt í þínu lífi eða hvað það sem að valda þess sásauka. Þetta mjög góð aðgreining. Þannig að þú veist, annars verður að tala kannski svona dóp sem að þá til að svona létta dópamín tengt efni. Já, akkurat. Og svo hins vegar þá þessi efni sem að eiginlega setja þig í svona innra ferðalaga eða... Já, og mögulega hjálpa þér að þroskast ef þetta gert rétt. Já. Þannig og fyrir þá sem eru svona alveg harðir á móti hugbreytandi efnum að þá þetta mjög stórt distinction sem að aðgreina hvaða efni eru góð fyrir þig og hvaða efni eru potentially ekki góð fyrir þig. Já, ég sé að þetta kannski mikilvægt í þessari umræðu að gera greinamun því að svo líka að nota sum þessara efna í svona skemmti tilgangi eins og MDMA sem þá svipað efni og alsæla eða ecstasy og sumir kannski nota það þá til þess að gera sér glaðan dag en svo líka að nýta það í þessu samhengi að hjálpa fólki í meðferðarskyni. Einmitt, og í því samhengi líka að þú veist, ef þú gerir þig glaðan dag með áfengi að þá yfirleitt borgaru fyrir það eftir á með þú veist, einhverju þjáningu. Timbumönnum og svo veist. Og ég alveg þeirri skoðan að þú veist, fólk getur alveg gert sér glaðan dag með MDMA ef það gerst í hófi og uppskorið bara mjög jákvætt úr því. Bara búin að tengjast vinnu sinum betur og mögulega uppgöta eitthvað og fara í gegnum eitthvað. Þannig að þetta svona
þú þarft ekki bara að sita og vera að móka skít sko, til þess að fá eitthvað gott út úr þessu. Þú getur alveg fengið jákvæð útkomu þótt að sé gaman. En það er sama við sveppina. Þeir eru líka maður hefur náttúrulega heyrt í gegnum tíðina að fólk fara á sveppatripp. En svo er verið að nota sveppi í svona meðferðarskyni líka núna og þá hefur það svona önnur áhrif og býður upp á aðrar lausnir. Já, einmitt. Þetta er nefnilega sko varandi þessi skynvíkjandi efni, þá skiptir ásetningurinn, það er að segja hvað þú fer með inn í ferðalagið, hvað þú ert að plana að fá út úr þessu, hvað þú gerir undir áhrifum efnana og allt umhverfið þar, þetta skiptir alveg gríðarlega miklu máli upp á það hvað getur gerst í því ferli. Þannig að til dæmis þegar fólk er að fara í einstaklingsferðir þegar einn setur yfir annarri mannesku, einn er sérst bara að passa hina manneskjuna meðan hún er að fara í gegnum eitthvað og það er eiginlega svona það er svolítið mikilvægt að þú vilt virkilega uppskera eitthvað í þessu að þá er það umhverfið mjög mikilvægt að sérst og það býr bara til umhverfi, notum bara það orðaftur, það sem þú getur heila sjálf á þig. Já. Og það er ekki alveg hægt í öllum umhverfum. Og svona, og kannski gott að koma með svona eina líkingu sko, bara í þessu konsepti að sko, það er engin læknir sem kemur svona mestmægnis, en það er engin læknir sem kemur og lagar líkamaðinn. Þú segjum þú skerir þig á hendinni eða þú brjótir hendina þína. Það er engin læknir sem kemur og endurraðar atómunum og lagar þig. Hann býr bara til umhverfi þar sem að líkaminn getur læknað sér sjálfur. Hann hreinsar sárið, hann setur plástur, svo kemur líkaminn og gefið að því gefna hann á þetta rétta umhverfi, þá getur hann læknað sér sjálfur og það er nákvæmlega sama með sálræn vandamál að ef við búum til umhverfi þar sem að sálin getur læknað sér sjálf, þá gerir hún það. En hún þarf vist umhverfi til þess að gera það og hún þarf vist öryggi til þess að ná að slaka á og fara í það heilunarferðlið sko. Já, við getum, það er nokkur atriði sem ég langar að koma inn á í þættinum og kannski bara svona, svo ég nefni þau svo að fólk viti hverju það á vona á Við ætlum að fá að heyra þína reynslu sem er mjög áhrifari, hvernig þessi hugvíkandi efni hafa umbreytt lífið þín eða skynvíkandi efni. Ég ætla líka að fá aðeins meiri útskýringar á þessum hugtökum. Svo langar mig að heyra af því hvað rannsóknir að sýna og hvaða áhrif þetta mun hafa í heiminum ef að þetta verður svona almennt leyfilegt og eins og við vitum þá er þetta meira minna sko svona neðanjarðarstarfsemi núna allavega á Íslandi og víðast hvar þó að sé leyfilegt í hvað Sviss og Hollandi. Svo langar mig að heyra námunniðinu sem er alveg ótrúlega áhugavert þar sem að þú ert að fá að hitta helstu hugvíkandi frumuði í heimi, psychedelic frumuði í heimi og fara í alls konar meðferðir og gera tilraunir og þannig að við ætlum að fara vítt og breytt og ef við byrjum þarna á þessum hugtökum þá held ég að skipti svolítið miklu máli að ef þú getur útskýrt fyrir mér hvaða akkur þú notar til dæmis skynvíkandi og svo heitir félagið hugvíkandi þannig að ég er bara svona að reyna að fá skýringar á því. Já, ok, ef við reynum að taka aðeins á því og náttúrulega skynvíkandi er hvernig útskýrum maður það? Það eitt af því sem gerist á skynvíkandi efnum er að tengingar milli heilastöðva aukast og það virðist vera eins og þú fáir meiri aðgang að þeim upplýsingum sem eru að koma inn í þig og þú fáir líka meiri aðgang að þeim ferlum sem eru ósjálfrátt í gangi inn í heilanum sem eru kannski bara lærðir ferlar sem að þú lærð viðbrögð við vissum aðstæðum og eitthvað svona sem að þú ert ekki meðvitaður og tekur bara þínu viðbröðum sem heilum sannleik og síðan þegar þú færð þessi skynvíkjandi efni þá ertu búin að víkka út þína skynjun á innra og ytra umhverfi og getur þar alveg endið skilið betur þannig myndi ég kannski skynjun vísa til skynfæra á meðan hugvíkandi vísa til hugans og eins og ég skilið þetta þá erum við einmitt svolítið að
komast frá svona alls konar forritum og kerfum í huganum meira í það sem að svona, hvað ég segi, innri visku eða sál eða eitthvað slíkt. Er það rétt skilið hjá mér? Já, algjörlega, sko, þú náttúrulega ert að komast eins og bara til þess fræðin hjá Carl Gustav Jung, fræðin hans sem fjallar einhvers konar kjarna sem að svona bara eitthvað hreint sjálf. Svo ertu með alls konar einhver layers utan það sem að passa þig, sem passa að þú fungerir í samfélaginu og sérst ekki útskúfaður, sé ekki hent út úr hellinum. Það sem við höfum lært, kannski í félagsmótun og uppeldi. Og það væri gaman að fjalla dýpra en það ekki svo eftir, en sérst áfallakerfið og ég endilega tölum það. Já. Þannig að í grunninn snýst þetta svolítið það að komast að því hvað þessi lög í kringum kjarnan sem að vernda þig, sem að að valda þér oft þjáningu. Þetta eru kannski hlutir sem að passa þig, en þeir í raun og veru ekki gagnlegir lengur. Nei, passa ekki lengur og bara að valda þér þjáningu. Og nefndu dæmi þetta. Sko, segjum bara til dæmis einhver sem að lendir í búið til eitthvað dæmi. Einhver sem lókast inn í skáp og fær innilokunarkennd. Já, til dæmis og líka kannski dæmi sem ég þetta var bara að segja til dæmis að einhver foreldri eða caretaker, hann sé rosalega unpredictable og hann stundum elskandi en hann stundum rosalega reiður og þetta veldur því að þú ert alltaf að monitora hvernig þessari manneski líður. Segjum þetta sé alkohólisti, þá ert alltaf að vera á nálunum með að fylgjast með hvernig þessari manneski líður til þess að þú náður að verja þig ef hún byrjar að vera reið eða eitthvað svona. Já. Og svo tekur þetta með þér inn í lífið, þú ert orðin 45 ára giftur einstaklingur og þú ert ennþá fastur í þessu að vera alltaf að monitora hvernig hinni manneskinu líður. Og veist kannski ekki hvernig þér sjálfum líður. Nei, og þú ert algjörlega dependent á það hvernig henni líður. Þín líðan byggist 100% af því hvernig hinni manneskinu líður. Já. Þannig ef eitthvað byrjast að gerast í hinni manneskinu þá þú komin í þjáningu þín megin. Og já, þetta svona forritun einhver sem hefur átt sér stað, kannski æsku sem að hafa áhrif á þig seinna á ævinni sem að þar sem þú ert ekki sömu hættu og þú varst þegar þú varst ósjálfbjarga í rauninu. Og annað gott dæmi bara eins og þú veist það sem að já, ég veit ekki þetta bara mjög gott dæmi, bara höldum okkur við það. Já. Ok, þannig að við erum að svona ná utan það hvernig þessi kerfi hafa hlaðist utan á okkur og oft kannski þarna bara þegar við erum lítil og sem ekki að gagnast okkur lengur. Og jafnvel áður nú byrjar að muna eftir þér, jafnvel sko. Já, en kannski bara ráð núna að þú segir okkur aðeins frá þinni reynslu út af því að það kannski útskýrir það hvernig þessi efni virka betur en nokkuð annað. Já, algjörlega til í það. Og ég ætla bara að því að við erum að tala um þess að forseta tilskipun og það sé verið að flýta þessu ferli og þá ég líta sjálf mér sem bara svona mjög skýrt dæmi það bara að þessi efni virka. Og það bara mjög gaman að bara segja frá því sko. Ok, mín saga af þessum efnum, ég byrjaði náttúrulega bara 15 ára að leika mér með þennan svepp sem að vex út allt og var náttúrulega bara algjörlega í einhverju svona forvitnin til að byrja með, bara því ég var bara mjög forvitin einstaklingur. Er það sami sveppur og er kallaður psilocybin? Já. Þessi sem að menn týna á svona umferðareyjum? Já, akkurat. Ok. Það sérst íslenski, hann kallaði trjónupeðla eða psilocybin semilanciata og hann inniheldur psilocybin og psilocybin eitt af þessum efnum sem hefur verið að reyna að lögleiða og þannig ég áttaði mig mjög fljótt af því að þetta ekki til þess að leika sér að sko þetta er mjög öflugt tól þannig ég byrjaði mjög fljótt að nota hann bara til að læra og skilja og bara skilja heiminn og sjá svona nýja sýn á heiminn og hann er mjög öflugur til þess. Fórstu bara að gera eitt svona tilraunir? Nei, þetta var bara ég og einhverju vinir mínir sem vorum að borða þetta og í raun og veru sko vorum við bara úlingar sem voru bara að leika sér
og það vildi bara svo til að við vorum úrlingar sem að enduðu með MDMA og sveppi í höndunum og sem var mjög heppilegt en ekki kókaín og áfengi og kannski náttúrulega bara líka sótti við það því við fundum að þetta var að hjálpa okkur og ég fann til dæmis bara það að MDMA hjálpaði mig gríðarlega sko þegar ég var krakki og fyrst erum við að tala um söguna mína þá bara fínt að byrja á byrjuninni og byrjuninni er svo að ég er sennilega ekki feimnasti en einn af feimnustu mönnum sem að þú nokkuð tímann hitt ég talaði ekki sko ég talaði ekki, þú reyndir að tala við mig og ég svaraði ekki. Hættur að tala? Eða? Já, bara í kringum 10-12 ára þá bara hætti ég að tala. Ég hætti að svara fólki sem bara spurði mig spurningu og ég bara fór bara inn í sjálfa mig, skilur bara. Fannst þér eins og gætir ekki tjá þig? Já, ég var bara af með svo ógeðslega sterka dómararödd að bara allt sem ég sagði var bara ömurlegt og ég var bara feitur og ljótur og bara, ég var bara með gríðarlega sterkan dómara. Og hafður þið orðið fyrir einhver áfalli? Já, ég er alveg búin að rekja það núna niður í eitthvað sem gerðist því ég var krakki, en það er svo persónulegt að ég treysti mikið til að fara beint í það, skilur ekki tala í kringu það, sko. En jú, í kringum 10-12 ára þá lendi ég í áfalli sem að sem algjörlega lokaði mér af, sko. Já. Þannig að Manstu hvernig þið leið þarna? Já, mér var bara hafnað, sko. Já. Basically, það var bara mjög mikil höfnun sem ég var fyrir og hún bara forritaði mig yfir í það að vera alltaf að analysa allt sem ég sagði og dæma það grjóthart sem ömurlegt. Þannig að Upplifir þið þá bara svona, ef þú myndir segja einhverja vitleysu þá þér hafnað eða meira eða myndir einangrast meira eða... Já, svolítið bara, basically bara leið bara eins og allt sem ég sagði var vitleysa. Já. Bara einhvern veginn, já, og ég átti svona einhverja, ég átti svona nokkra vini sem að komast inn í kjarnan og með þeim þá var ég algjörlega, það var bara one man circus, sko, bara brjálæður, því mér mikla tjáningaþörf, sko, og mér frjóan huga, það bara vellir upp með einhver þvæla ef ég leifinni, sko, en síðan bara, hún þekki ekki að fara út í kringum neina heldur en bara einhverja 3-4 útvalda, sko. Þannig að en, sem sagt, það að hafa byrjað að nota MDMA í skemmtan tilgangi, kringum kannski 18 ára, 19, kringum 20 kannski, það fyrstulega bara hjálpaði mér rosalega mikið og það var það sem byrjaði að losa mig út úr þessari skel, sko. Og það er svona fyrsti parturinn af sögunum minni. Manstu hvað gerðist? Þú veist, var það einhver svona upplifun sem að þú varst fyrir sem hjálpaði þér? Gegnum MDMA-ið? Já. Það er náttúrulega bara það að tengjast fólki í trausti. Því það sem MDMA gerir að það fellir niður alla varnir og þannig ég bara upplifði það að vera bara í trausti, í samskiptum við fólk og vera meðtekinn og og þannig náði ég að byrja að endurforrita mig pínu, skilurðu, og átta mig bara á því, bara hei, nei, þú ert með rosalega rangkumundir, þú ert ekki ömurlegur, skilurðu, og bara átta mig á því, sem ég náttúrulega bara veit í dag, bara ég var bara stútfullur rangkumundum, sko, rangforritin. Já. Síðan, já, við erum að tala um sögunum, ég held fyrstu sveppaserimóninu mína í Listaháskólanum sem verkefni, fyrir allt fyrsta árið. Það var mjög áhugavert. Ég gerði það mjög professional, sko, myndi ég segja. Já. Það var bara serimónía í hefðbundnum stíl að sem sagt bara það sem allir fengu efni og þú leiddir einhverja allir sem vildu. Já. Ég talaði mjög skýrt benefitin, líffræðina, hætturnar og allt þetta. Það fengur sér aðeins fleiri en hefðu átt af því að fólk held ég var að grínast. Þannig að held að þú væri ekki með alvöru sveppi. Já, það var bara eitthvað djók, þetta er bara eitthvað og þannig að það endaði þannig en það fór allt saman vel. Hvað þýðir það sem þú varst að segja núna? Voru einhverjir sem fóru illa út úr þessu? Nei, bara sem hefðu ekki viljað fara í þessu upplifun. Já, sem tóku óvart. Já, og ef þú ert þvingaður í einhverju upplifun eða vilt ekki fara inn þá náttúrulega getur það náttúrulega erfið og þetta er svolítið svona kjarnin í þessu öllu saman að sko að mínum að þá opnaði þessi efni, þau opnaði þig og þegar þú opnaði svona þá hefur möguleikann á að læra og endurforrita
En að samaskapi hefur líka, ef við erum búin að opna það svona mikið, þá sá möguleiki að það sé hægt að endurforrita þig vitlaust og ennþá verra. Þannig að þess vegna skiptir umhverfið svona miklu máli og öll umgjörðin þegar verið að fara með fólki í þessar ferðir. Þannig að ef að fólk einhvers staðar á einhverju festivali niður í bæ og borðar eitthvað að þessu og lendir í einhverju hræðilegu, þá hefur það miklu verri áhrif á þig heldur en það hefur ekki verið á þessum efnum. Já, bara, þau svona gera áhrifin sterkari sem að þú verður fyrir á meðan þú ert á efnunum. Þú ert bara svona, þú ert leir og þessi leir hann mýkist þegar þú tekir þessu efni og það verður að móta þig og það verður að móta þig í báðar áttir, skilur, að mínum Getur verið sko út af því að ég er að velta fyrir mér að það opnast inn í kviku að þá, að það sé svolítið, og þar allt svolítið viðkvæmt og ástæðan fyrir öllum þessum vörnum kannski til þess að sé ekki mitt svona hægt að hafa svona mikil áhrif á okkur. Já, 100% sko. Við erum búin að læra það að verja okkur. Já, við erum búin að læra að loka á viss tilfinningaviðbrögð og þannig erum við búin að verja okkur og það opnar svolítið inn í svæði í heilanum, eða meðvitundinni sem eru almennt lokuð, þannig að það er mjög góð leið til að útskýra það. Þannig við þurfum þetta mikla öryggi eins og út að segja og þess vegna kannski Trump að segja það þarf að leyfa þessar rannsóknir þannig að við komumst raunverulega að því hvað það sem að virka svona vel. Já. Og en mér langar að halda áfram með söguna þína því að svo mjög spennandi að tala það sko hvað rannsóknir að sýna með þessi efni. Og kannski saga mín, af hverju fór ég svona djúpt í sveppin og þessi efni bara svona sem einhver úlingur eða á þess að ég vissi nokkuð að þetta væri, þetta er einhvern veginn, þetta byrjaði sem gríðarlega forvitið ferðalag eðli heimsins og ég endaði í eðlisfræði og alls konar fræðum að því ég er bara forvitin hvað í gangi í þessum heimi og úr hverju hann búin til úr, skilurðu. En síðan þetta líka með allar þessar mystísku upplifanir sem eru trúalegar upplifanir og svona mystískar upplifanir sem fólk að eiga bara eitt út í náttúrunni eða einhvern veginn við aðrar kringumstæður og þær segja okkur líka náttúrulega eitthvað eðli heimsins en bara frá öðrum sjónarhóli heldur en eðlisfræðin. Þetta er frá sjónarhóli mannsins versus eðlisfræðin tekur mannin eins mikið út í jöfnun og hægt er. Þú lærðir eðlisfræði og þú ert í rauninni að segja að þið langaði að skilja alls konar upplifanir sem þú varst að eiga eða... Já, eða bara skilja heiminn sko. Skilja heiminn. Og mínum að ég fór inn í eðlisfræði, ég lærði eðlisfræði og kom út úr eðlisfræðinni með þá tilfinningu að eðlisfræðin að útskýra heiminn en hún ekki að ná að snerta á að því hún svo low level, hún ekki að ná að snerta á útskýringum á hlutum eins og bara hvað líf, ekki ennþá allana og hvað meðvitund og hvað þessi mystíski heimur sem við erum sem sumir að tengja við í gegnum alls konar upplifanir. Þannig að hún rosalega langt frá því. Að útskýra það sem svona andlegt og svona trúalegt og... Akkurat. Hún ekki ennþá og fólk að reyna að tengja skammtafræðilegar hugmyndir við eitthvað trúalegt og mér finnst það bara að vera svolítið svona handwaving sko, ég ekki alveg að kaupa þessar tengingar en einhver tíma mun það kannski ganga að vísindin geti sýnt fram og eða útskýrt. Já, þannig að auðvitað einhver tenging einhver staðar en bara við erum svolítið bara at the moment eru vísindin hérna og spiritual hugmyndirnar eru hérna finnst mér. Þetta ekki búið að tengjast saman ennþá. En þú hefur fengið að upplifa svona spiritual eða hefur fengið andlegar upplifanir sem að... Já, mitt ferðalag svolítið mikið þannig að því ég var krakki að þá var ég rosalega andlega tengdur að ég var að upplifa mjög mikið af svona mystískum upplifunum. Ég var að upplifa það að það voru að koma til mín verur sem að ég bara upplifði, ég var kannski bara að leika mér og svo var ég í öðrum heimi á sama tíma þar sem að ég var bara að tala um einhverja veru sem var svona rosalega öflug, rosalega oft, þetta voru oft mjög stórar öfluga verur en það voru alltaf góðar, skilur, og það voru alltaf einhvern veginn að passa mig eða bara segja mér eitthvað, þetta allt í lagi, einhvern veginn. Finnst þér eins og það hafi verið svona, einhverju sem fylgdu þér eða í svona íslensk, íslenskar hefðir segja miðlar hafa sagt að það fylgi okkur einhverjir eða eitthvað svoleiðis. Já, ég tengi ekki alveg við það en bara ég var að upplifa að ég var að eiga samskipti við þær og þær voru að heimsækja mig
Úr einhverjum öðrum heimi? Já. Annar vít eða eitthvað? Já, þú veist, maður getur sagt það og svo getur maður líka, þú veist, ég vill bara ekkert segja það, sko. Af því að, þú veist, ég svolítið þannig að, Svo kannski skiptið ekki máli? Nei, það nákvæmlega, af því að, þú veist, ég var orðin þannig að, sko, ég fór inn í eðlisfræðina, ég var orðin algjör atheisti, trúleysingi og hlóað öllu sem að var spiritual, bara, þú veist, þið eru bara öll að einhverjar þeir eru bara í ruglinu já, þeir eru bara eitthvað upplöðu eitthvað sem ekki skilur, þetta er bara eitthvað rugl í hausnum og síðan fattaði ég bara svo, nei, þetta er kannski aðeins svo mikið að halda því fram að því að sko út frá eðlisfræði, eða þróum bara eðlisfræði gegnum tíðina, þá hefur eðlisfræðin alltaf verið þannig og bara vísindaheimin alltaf verið þannig að hérna það er einhver svona heimsmynd sem er í gangi í vísindaheiminum og það er bara, vísindaheiminum heldur að heimurinn virkir svona, svo kemur einhver með nýja hugmynd, skammtafræði og þá bara byrja allir eitthvað að henda steinum og púa og bara eitthvað, þetta er bara rugl og afneita nýrri þekkingu og svo bara fattar fólk bara, nei, heyrðu, þetta er allir rétt og svo bara breytist öll heimsmyndin, vísindaheimsmyndin. Þannig að það á hver einasta andartaki í vísindaþróunin, sögu vísinda, að þá heldum við eitthvað sér rétt og svo er einhverjar fjarstæðakendar hugmyndir sem eru kannski réttari og taka við, en það er allir að afneita þeim á þessum tímapunkti. Þessna ákvæði ég bara, þú veist, nei, ég ætla ekki að vera þrjóski eðlisfræðingurinn, vísindamæðurinn sem að afneitar öllu, af því að hann heldur svo mikið að það sem hann er búin að læra sé heilagur sannleikur. Þannig ég er búin að ákveða bara að gefa öllu séns og allar þessar spiritual upplifin sem fólk er að eiga og allar útskýringar sem fólk er að koma með, bara, já, kannski, ég veit það ekki, bara sjáum til, skoðum það. Og þar opnað þú líka fyrir alls konar upplifin sem þú færði að eiga, er það ekki? Jú, algjörlega. Þannig að mín saga var svolítið þannig að vera rosalega tengdur krakki yfir í það að verða algjör trúleysingi og svona bara, já, atheisti á ensku. Er það ekki sama trúleysingi bara? Jú, það er bara sama trúleysingi, sko. Ég held að það sé bara beint það sama. Og lokaðist alveg svolítið út af einhverjum sem gerist í barnæsku, þá bara svona algjörlega lokaði á þetta og ítti þessu öllu frá mér og varð bara þessi materialíski eðlisfræðingur, trúleysingi og byrjaði fór svo aftur í kringum 40 ára, ég er 47 núna, að fara svolítið svona dýpra í skynvekkjandi upplifanir og þá byrjaði þessi tenging og ég byrjaði svona meðvitað að virka þessa tengingu aftur og já, hugurinn minn opnaðist svolítið mikið aftur, sko, og kannski mjög áhugaverður punktur sem ég var til að koma núna, sko, að fólk er að tala þú ert með þessi efni og þessi efni er að hjálpa þér að fara inn í undirmeðvitundina og vinna á alls konar hlutum en svo er þessi efni líka að hjálpa þér að upplifa, sko, einhverjar svona mystýrskar upplifanir og einhverjar sýnir sem að virðast tengja, sko, spiritual parti heimsins og það er svona flesti tala um þetta sem tvo aðskilda hluti. Þú getur borðað svepp og þú getur farið þarna í einhverja sýnir og eitthvað tengst heiminum á spiritual leveli og svo getur líka farið og unnið úr hlutum í sjálfinu og mér grunar svolítið að þetta sé svolítið bara sami hluturinn, að við séum bara tengjast inn í undirmeðvitundina og þessi undirmeðvitundin sem sé að geyma þessa tengingu við þennan spiritual part af heiminum og já, þetta sé raunur ekkert aðskil, þetta sé sami hluturinn og hérna er ég ekki að segja, og við erum að tala um þegar þú farið skilmikið upplifanir og hittir einhverja veru sem byrjar að tala við þig, ein nálgun er að segja að þetta sé eitthvað inn í þér sem sé að tala við þig og það virðist vera rétt með hvernig upplifanir fólk er að fá eða þá þetta sé eitthvað annað sem er utanakomandi sé að tala við þig, eitthvað sem eigi sér líf fyrir utan þig og ég hef bara tekið það ákvörðun að gera ekki aðgreiningu leyfa bara svona tvíeðli hluta að eiga sér stað eins og bara með ljós hefur vist tvíeðli þar sem að ljós getur bæði verið bylgja og það getur verið eind þegar vísindamenn skoða ljós þá var það eind stundum og svo var það stundum eins og bylgja og raun og veru bara hvorugt og bæði þannig að bara ekki vera ákveða hvað þetta er þetta er bara bæði rétt og bara vera opinn fyrir því sem kemur til inn og það er náttúrulega bara rétt fyrir hvern og einn kannski já, bara algjörlega og bara þú búið til þinn sannleika og það er það sem fólk það er það sem að mér finnst áhugavert við þetta að fólk er að losa sig við hugmyndir heimsins og foreldrana og kerfisins og komast að sínum eigin sannleika og nálgast sín eigin kjarna já, akkurat
þetta rosalega mikið lykilatriði því að sko Stanislav Grof og svona fleiri sem voru að þróa þessar aðferðir, hvernig þú notar þessi skilvirkandi efni, þeir lögðu miklu áherslu á það að fólk, þegar fólk, og já, það tengist því sem við viljum fjalla betur eftir, hvernig svona geðrof geta verið hjálpleg, það sem ég var til að fara á eftir. Já, ég er líka til í það. Það er rosalega áhugavert. En sem sagt, að þegar fólk fer í gegnum eitthvað ferli með þessum skilvirkandi efnum, að það nái það að búa sér til sinn eigin sannleika og það sé ekki einhver meðferðaraðili sem sé að túlka upplifuna fyrir þau. Nákvæmlega. Fólk sé að hnoða það saman sjálft. Já. Þannig að, já. Já, og ég er mjög líka áhuga sem að við fáum að tala meira um það, hvaða meðferð er að gagnast best, hvaða rannsóknir er sína, hvernig í rauninni við erum með hugsanlega lausnir á alls konar geðröskunum og heilsufarsvandamálum og dauðaótta og ég veit ekki hvað og hvað sem að rannsóknir er að sína. Þannig að ef við, og ég veit að þín saga er mjög dramatísk og ég veit að þú varst bara á mjög vondum stað, þannig að þetta, þú veist, ástæðan fyrir því að þú fer þessa leið er að þetta bjargaði lífið þín. Já, ef ekki sett spóla svolítið fram í aðeins má frásögn af því. Jú. Já, þannig að þetta er sérst í raun og veru, ég var bara að tala félagsfælni og vantrúa sjálf á mig, dómararöddina. Já. Það var náttúrulega eitt af því stærsta sem að hélt aftur af mér, sko. Og svo var annað sem að frá því ég var 20 og alveg bara í 20 og eitthvað ár að þá var ég með vaxandi höfuðverki. Og sko við erum ekkert að tala um litla höfuðverki, við erum að tala um sko undir lokin og þá var þetta orðið þannig að ég fekk hausverk og ég lá upp í rúmi í viku. Vá. Ég bara lá, sko, og bara það er erfitt að útskýra hversu stórt þetta er, sko. Þannig að það kemur hausverkur, ef ég ger eitthvað þá bara fæ ég meiri hausverk, þannig að ég þarf að liggja í viku. Og þá ertu bara alveg, sko, maður getur ekki hugsað, sko, þetta er svo, já, heavy. Hræðilegt. Verður maður ekki þunglindur ef maður er á þessum stað? Já, þú veist, ég upplýði ekki beint þunglindi en sko, jú, þetta getur örugglega ítt undir það, sko. Já, þú upplýðir ekki þunglindi. Nei, ég hef alltaf verið fyrir góður að einhvern veginn bara eitthvað, það eru aðrir sem hafa það verð, skilurðu, og bara svona fókus á eitthvað. Smá Pollyanna í þér. Já, pínu, sko, það hjálpar. Já. Þannig að ég fór í svona psychedelic assisted therapy eða skynvíkandi meðferð hjá aðila, þar sem það var bara one on one, þar sem aðilinn sat yfir mér og ég var að borða einhver efni og fara í gegnum einhverju hluti og ég byrjaði þessu þannig að sko ég byrjaði þá því að fara í alveg fullt af hópaferðum með ayahuasca og alls konar dóti og það gerðist ýmislegt í þessum hópaferðum mjög gott en það er einhvern veginn eins og ég hafi ekkert farið í neitt almennilega úrvinnslu og almennilega heilun af því að það er svo mikið kaos í þessum hópaferðum og að mínum að það þarftu að vera í vissu öryggi og vissum svona róleheitum til þess að ná að fá trausti til þess að fara nú djúptinni sjálfa þig til þess að vinna úr því sem að er að halda aftur að þér. Það gerist vissi hópaferðum, hjálpa mörgum og fyrir mig gerði það eitthvað fyrir mig en það byrjaði ekki að gerast almennilega fyrir en ég fór að fara í one-on-one ferðir. Þannig að það var svona þessi meðferðanálgun þar sem er unni með að skapa öryggi fyrir þig og þú upplifir traust gagnvart meðferðaraðilanum og þar byrjar eitthvað að gerast. Akkurat. Í raun og veru í kjarnan er þetta sko, tölum að þessum the inner healer. Já. The inner healer er konsept sem ég talaði áðan þegar þú skerði þig að þá heila líkamann sig og þegar þú býr til rétt rými fyrir sáluna til að heila sig þá var það að vera að virka þennan inner healer. Þegar inner healer er vísun í þennan eiginleika lækningamátt líkamanns og sálarinnar í rauninni. Já, akkurat, bara innbyggður lækningamáttur sálarinnar líkamanns. Svo fallegt. Þetta hefur oft gefið mér svo mikla slökun, sko. Líkami kann þetta, hann er alltaf að reyna að laga og finna út úr þessu og það er í rauninni tilhneigingin er að laga og bæta og rétta af. Akkurat, þú þarf bara að búa til rétt umhverfi til þess að fólk nái að treysta og fara í þetta lækningaferli. Já. Þannig ég var þarna komin í rétta umhverfi með einstaklingi til að ég geti farið í þetta lækningaferli og fyrstulega átti ég sko upplifun sem er mjög löng saga, ég þarf að annarkvæmst bara segja hana seinna, ég ætla bara stikla stóru. Ég upplifði sem sagt að það var eitthvað sár sem ég var fyrir því ég var í kringum 10 ára sem lokaði mér
og bjó til þessa gagnrýnisrödd í hausnum á mér. Svo fór ég í ayahuasca-ferðalag og það sem ayahuasca-ferðalagi gerði var að það opnaði inn í þetta sár og þá hitti ég röddina sem var búin að halda aftur af mér alla minna ævi. En ég hitti hana í formi bara einhverja veru sem ég hitti og þessi vera fyrir mér var bara 100% ótti. Þetta var bara hræðilegasta sem ég hefði nokkuð tímann kynnst, það var þessi vera. Svona ótti inn í þér sem sem er einhver partur trúlega út frá partasálfræðinni. Já, þú getur kallað þetta part. Þarna var parturinn komið líkama, ekki bara rödd heldur líka líkama og ég fattaði ekki fyrst að þetta væri þessi partur, ég hélt að þetta væri bara einhver djöfull eða bara eitthvað hræðilegt sem væri bara að fara inn í þér. Ég vissi ekki hvort það væri inn í mér eða fyrir utan mig og núna búin að ákveða að það skiptir ekki máli og það sem gerðist var að ég var í raun og veru fastur í þessu ayahuasca ástandi í frekar langan tíma á eftir og í raun og veru eitthvað sem er litið á í dag í nútíma samfélagi sem hræðilegan hlut. Þú ferð í skilmikildi meðferð og þú ert í vandræðum eftir í margar vikur og þú ert í breyttu hugarástandi líka í margar vikur eftir og þá er núverandi svona viðhorf í samfélaginu bara svona þetta kannski virkar en í sömu tilfellum þá brýtur þetta fólk og einhverju læknar hefði sagt þarna ert þú búin að brjóta þig vinnur, sorry, þú ert búin að skemma þér heilan og ef ég hefði talað við læknar þá myndi ég gefa mér antipsychotic lyf, deyft þetta niður og þá hefði ég ekki fengið út á mögnu útkomi sem ég fekk út í endan. Og þetta er svolítið stórt samt að segja. Rosalega stórt. Þú ert í raun að segja og þegar við erum búin að vera að fá svona fréttir af því að fólk hafi lent í vandræðum eða erfileikum eða haft vondar afleiðingar af því að fara í svona ferðir, meðferð með höfuðkandi efnum og þú ert að segja í rauninni er það liður í batanum að það er búið að opnast inn á eitthvað sem að bara á eftir að fá að leysast með kannski þessum innri lækningamætti líkamans eða sálarinnar. Algjörlega, í mjög mörgum tilfellum og ég veit ekki prósentuna, ef við erum að tala um geðrof versus andlega krísu. Þannig að þú getur verið að tala um að þegar manneskja er í erfiðleikum eftir ferðalag og þá er hún kannski komið einhverjar breytta skynjun á heiminum, hún er komið eitthvað sem getur túlkað sem rangkomundir og hún er einhverju þjáningu, þetta er erfitt ferli og þetta getur alveg verið manneskjan getur verið komin í geðrof mér skilst að sem eru einkenni, má ég aðeins prófa að segja hvað ég er að hugsa núna og því að ég á vinkonu sem fer í geðrof og er ofsalega ósátt við það, hún er tekin og sprautu niður og sett inn á geðdeild hún vill meina að hún þurfa að fá að fara í gegnum þetta og ná einhvern veginn að vinna sig í gegnum þetta til þess að læknast. Einmitt. Og þá er ég að hugsa bara núna, þetta er í rauninni einhver skilaboð, einhver einkenni sem eru til margsum að það er eitthvað óuppgert eða óleyst innra með þér. Er það sem þú ert að segja? Já, þetta er í raun og veru, ég er núna í náminu mínu sem við kannski fjöllum betur að þá er ég alveg heilu ári núna þar sem við erum að mestmengnis að fjalla þetta ferli og þetta ferli sem fólk virðist fara stundum í gegnum þegar heimsmyndin er að breytast og þegar þú ert að losna við eitthvað sem er að halda aftur að þér og þetta er eitthvað ferli sem kannski við myndum halda að geti verið svona mjúkt og þægilegt ferli í gegnum einhverja þægilega meðferð og ástofumhyggju en þetta bara virðist vera að þetta sé bara mjög erfitt umbreytingaferli, mjög oft og það er einmitt, þannig að það er það sem er oft að gerast. Bara heimsmyndin, kannski, þú er búin að halda þér í einhverja sjálfsmynd og svo bara er það kannski ekki bara satt. Nei, og reynir bara mjög góð pæling, bara hvað er satt og rétt og rangt. Það er eitthvað sem er í stöður í þróun og breytingu hjá okkur sem lífverum. Þetta er ekkit absolút eitthvað rétt og rangt og gott og vont. Þannig að það er eitthvað svona, mjög erfitt ferli sem að fer í gang þegar þetta er að breytast við fólki. Og þú ferð að upplifa þetta á eigin skinni, að þú ert þarna bara í algjöru keng með... Já, ég með það sem að var að segja við mig var bara eitthvað, bara þú ert andsetin. Því bara eitthvað, ég vittir þess að veru og hún er bara eitthvað í þér og ég fór bara, þetta var bara hræðileg upplifun að fá þessar upplýsingar. Síðan fór ég að stúdera meira bara, partafræðina og allt það og bara svona komast bara því að bara,
og fór niður á þá skoðun að nei, þetta kannski bara eitthvað inn í mér sem ég að tengjast við. Hvernig var það að upplifa sig með þetta inn í sér? Ég meina, var það, þú veist, hvernig leiðir á þessum tíma? Náttúrulega sem eðlisfræðingur, materialisti, trúleysingi, og þá var þetta náttúrulega bara mjög mikið svona slap in the face, sko, og hvað að gerast? Já, og þetta kendi mig líka bara það, sko, að mjög góða kenningar sem þetta að fara í, en ég er með þá kenningu að við sem lífverur höfum, ég sem manneskja, ég hef eitthvað potential til að skilja og skynja heiminn, og svo það er alveg augljóst að ég skynjaði heiminn okkur vissa máta þarna sem eðlisfræðingur og endaði sem eðlisfræðingur, svo voru ykkur annar sem skynjar heiminn á annan máta og endar sem heilari, og það er mjög augljóst að við erum að skynja heiminn á mjög ólíkan máta, og það er alveg fáralt að halda því fram að mín eðlisfræði skynjun á heiminn sé rétt og hitt sé ranghugmyndir, af því að ég veit ekki nákvæmlega hvað raunverulega eðli heimsins. Þannig að þetta var svona erfitt fyrir því út af því að þetta stemdi ekki við þá þekkingu sem þú hafðir og þá heimsmynd sem að Já, nei, þetta var ekki erfitt fyrir út af því. Þetta var ógeðslega áhugavert einmitt út af því að ég var bara svo mikið knowledge seeker. Að fá bara að vera núna bara eitthvað, manneskjan sem að byrjar að skynja heiminn öðruvísi og og Hvernig var það? Hvernig var upplifunin? Já. Það er svolítið erfitt að segja frá henni, sko, en í raun og veru bara frá því að vera bara manneskjan sem skynjar bara eitthvað sem mikið útskýrt með eðlisfræðiformúlum, að þá var ég allt í orðin manneskja sem að gat tekið upp kristall og fundið einhverja orku frá þessum kristalli og tengdi miklu dýpra við tilfinningar og konceptið orku, ekki eðlisfræðiskilningi, heldur svona meira hvernig spiritual heimurinn fjallar konceptið orku. Þannig allt í einu skildi ég núna bara eitthvað, já, þetta er það sem fólk er að tala Það var búið að opnast inn á þetta svið, já. Já, og einhvern veginn, og í raunum er þetta bara, hvað gerist þegar ég drekk ayahuasca? Þá byrja ég að fá þessa skynjun, skilur, það er það sem ayahuasca gerir. Opna fyrir skynjun. Breytir skynjuninni, sko. Og það sem ég myndi segja, þetta er löng saga að rökstyðja það, sko, ég veit ekki alveg hvort þið fyrir mig það núna, en ég myndi halda þið fram að þetta væri partur af gamla heilanum, sem er svolítið primal, og hvernig hann skynjaði heiminn, og í raun og veru erum við sem lífverur bara gangandi eðlisfræðimódel af heiminum sem er í samfelldri þróun, af því að ég sem lífvera til þess að lifa að þessum heimi þá þarf ég að áætla hvernig þessi heimur mun hegða sér, og þar alveg þarf ég að búa til pínu líkan í hausnum á mér það hvernig það mun þróa sér, sem er basically bara eðlisfræði líkan, og við erum þannig kannski bara með eitthvað eldra líkan sem að ég var búin að virkja, sem er bara partur af gamla heilanum, og ekki að segja þessi eitthvað rangt eða eitthvað, það er bara öðruvísi. Þannig að þetta er, já, þannig að ég er búin að opna svolítið mikið inn á bara öðruvísi skynjun á heiminum og búin að ákveða að stíga niður þessum stalli, að vera bara eitthvað að viðhorf vísinda í dag sé það eina rétta, skilurðu. Og þú ert fastur þarna í þessu, þú talar þetta svona eins og eitthvað ástand í einhver tíma. Já, bara, þannig ég myndi ekki segja að ég hafi verið orðin einhver skygn einstaklingur eða eitthvað, ég upplifði ekki þannig, en ég bara skynjaði heiminn öðruvísi og ég bara fór í miklu dýpri tengingu við náttúruna, við annað fólk, við lífsorkuna. Það var fullt jákvætt við þetta. Bara frábært allt við þetta, nema bara það að einn partur af þessu var sá, ég fann alltaf fyrir þessari veru sem ég fann þarna, sko. Hún var alltaf svona, ég fann fyrir henni, og það þessum djöfli sem ég hitti í ayahuasca og sem sagt mikill ótti sem fylgdi því, að því fyrir mér var hún bara hrein ílska. Og svo ef við dettum aftur inn í þann partasögunni, gaman að fara svona mat, en já, ef við dettum aftur inn í þann part, og hver var heildarútkoman af því að hafa lent í þessari upplifun af ayahuasca, verið í vandræðum eftir ayahuasca, heildarútkoman var svo að eftir einhver ár þá fór ég þessa skynvikandi meðferð, og þá hitti ég aftur hennan djöful, og þá var ég á MDMA, þannig ég gæti ekki fundið ótta, og þá náði ég að hitta hennan djöful og tala við hann, og þá komst ég að því að þessi djöful, eða þessi partur, köllum hann partur, ekki djöful, af því að ég trú ekki djöfla, þannig að ég trú á neitt, en ég trú ekki neitt, en ok. En
ég fattaði þess þarna að þessi vera, hún var það sem ég get að segja þetta bara ensku, mér finnst það þægilega, hún var sem sagt svona subconscious entity that was created by an adverse childhood event, eða þess að undir meðvitundar partur lífvera vera sem var búin til af einhverjum sem kom fyrir mig í barnæsku og hún var alltaf að hvísla í eyrað að mér hérna ekki vera að flagga þér svo að þú lendir ekki fyrir höfnun og var bara búin að vera með mér allar minna ævi. Ég verandi á MDMA og gæti ekki fundið ótta, þá var ég ekki hræddur við þessa veru, þennan part og ég náði bara að tala við hana og bara sem sagt, samskipti voru þannig bara eitthvað hæ, hérna hver þú? Og þessi vera sagði mér bara ég býð þér og ég er að gera þig veikan og ég er að halda aftur að þér og þá þurfti ég bara að segja hann bara já, hérna, bara hei, því miður en þú ert að fara þú ert að hætta þessu og meðan var hún að reyna að hræða mig og bara alltaf að halda mig niðri en ég náði bara að vera bara algjörlega að halda mínu og bara eitthvað, nei, því miður þú bara takk fyrir, en þetta er komið gott og þá bara breyttist hún fyrir mér þessari sín í bara ég ekki neitt, var bara einhverjum svona lítilli kúlu sem var grátbiðandi sko mercy og svo bara kláraðist þetta og ég sparkaði henni ekki út, ég bara, ok, þetta er greinilega ekki að halda aftur að mér lengur og það sem ég upplýði eftir þetta var bara, ég var bara komin í ástand þar sem, daginn eftir því ég vaknaði, þá var dómararöddin sem var búin að halda aftur að mér allir minn æfi og bara þögn, bara farin það var engin efi nokkuð skapað hlut sem ég geri og ég fekk líka það vitneski á saman tíma bara fatta að ég er svona góður maður, velviljaður ég vill öllum vel, ég vill hjálpa og ef ég ger eitthvað slæmt eða einhver bregst illa einhver sem ég segi, það var óvart eða það er vegna þess að einhver er að miskilja og það er bara rosalega sterk öflug þekking að fá það sjálfan sig, að vita það að ég er ekki að meiða viljandi og þetta er náttúrulega alveg því ég svo áhuga sem partafræðinu núna þetta er í rauninni það sem við upplifum í kjarnanum okkar að þar er þessi gæði Akkurat einmitt í kjarnanum og svo eru það bara partar sem eru alltaf þælast fyrir sem er að loka og halda fyrir og loka fyrir tilfinningar og loka fyrir það að þú getur tjáð alla þá ástæðu umvikið sem þú vilt kannski í kjarnan tjá það er skömm og óttinn við skömm sem heldur oftast að fólki að vera í fullkomni ástríkri tjáningu Akkurat þannig að þetta er mjög áhugavert og þú er búin að segja svo margt sem að væri gaman að fara dýpra inn í, þú talar náttúrulega MDMA þar finnur ekki ótta sem er nú kannski ástæðan fyrir því að það er svona gott í meðferðarskyni því að fólk er ofta að fara inn í svona erfiða reynslu og áföll í þessum ferðum og þá er gott að geta verið óttalaus gagnvart því út í að það er oft svona tilfinningalegu sársauki sem sem kemur upp einmitt og svo þegar óttin kemur þá lokastu þú mátt ekki fara inn í þetta og mátt ekki vinna úr þessu þótt að sé ekki til að óttast í augnablikinu þá er bara óttin hann kemur bara sko óttin er bara rísa fyrir bara sko ef við getum nú bara taklað hann ég skipt fyrir öll my good old friend sko en hvað segirðu, þú ert að tala þarna ert þú ert með alls konar enginn með þessar hræðilegu hausverki þú ert líka með eitthvað svona ofnæmi þú veist mataróþoli þekki og eitthvað hvernig hefur ég var að tala hausverkina hausverkin, þú varst búin að tala það og hefur bara verið alveg í heila viku þarna sérst sagan sem ég var að klára þá losnaði ég bara við feimni og sjálfsgagnrýni sem er rosalegt það er rosalegt því ég er, eins og segi, ég er bara eitt feimnasti maður sem hefur hitt sko Varsta, var það og síðan síðan var þetta hausverkina ég fór í aðra svona meðferð og það var einhverjum fyrsta meðferði mín svona one-on-one meðferð og það sem gerðist var ég var með hausverki og ég var líka komið með rosa mikið skammdegis-þunglindi en ég myndi ekki kalla það skammdegis-þunglindi þetta er bara skammdegis shutdown bara eins og mér vanti bara öll næringarefni og ég bara svona ég breytist í svona beinagrind í skammdeginu það var eitthvað sem hafði ekki verið og var svo byrjað að hrjá mig
Þannig að við fórum inn í meðferðina með því að bara fókusa á bara af hverju er hann með hausverki, af hverju er þetta vandamál í skammdeginu, aðalega hausverkinir og það var bara, aðilinn bara leiddi mig í gegnum 2 klukkutíma ferli þar sem við vorum bara alltaf að íta á bara, ok, af hverju er þessi hausverkir, hvað hver er ástæðan fyrir þeim, hver er rótin, hvaðan koma þeir, af hverju byrjuðu þeir og svo bara svona alltaf svona að sörta skiluru þetta er ekki vandamál lengur, hættan er liðin hjá, þetta er bara allt í lagi, einhvern veginn svona að reyna að róa einhvern partímer til þess að deila og opna og allan tíma en ég var í þessari meðferð þá fann ég bara eins og það væri bara eitthvað inn í mér sem hélt svona á einhverju leyndamáli og var bara svona inn í mér að bara halda í þetta leyndarmál og gerist eiginlega ekkert nema bara þetta var bara konstant, bara í 2 klukkutíma og ég var alltaf svona upplifa eitthvað svona ferli inn í mér þá geta bara eftir 2 klukkutíma þá bara var rödd sem að sagði í herbygginu bara eitthvað Sigtryggur, hann dó og ég bara eitthvað já ég veit hvað með það og svo bara svona ok, það var aldrei neitt vandamál í kringum það var aldrei neitt vandamál í kringum það er skrítið þannig að og smá backstory, Sigtryggur er maður sem ég var að vinna með því ég var 19 ára eitthvað slis og hann dó í vinnuslýsi bara 2 metra frá mér út af því að ég steig á einhverja tröppur sem átti að vera fastar en það voru ekki fastar þannig að það hrundi á hann 20 tonna steypu og kröndan og hann bara dó á 1 sekundu og upplifinu mín að þessu var einhvern veginn, það var bara rosalega sjokk bara þarna fyrsta klukkutíman og síðan bara svona sem var bara tekið úr sambandi og ég bara svona ég finn ekki neitt ég fann ekki neitt ég fór í jarðarförina fann ekki neitt ég svaf fínt nóttina eftir einu maðurinn í vinnunni sem svaf fínt og ég bara fann ekki neitt og mér var sagt á sínum tíma bara, ég fæ alveg bara hroll ég fattaði ekkert að þetta var eitthvað skrítið algjörlega frís ástand því það sem gerist þegar hann dó var að ég bara hausuna mér sprakk og ég bara var eitthvað hlaupandi í kringum húsið þarna sem þetta var og var bara eitthvað að vísi ekki hvað þið gera og ég var mjög empathic einstaklingur og þetta fór mjög djúpt inn í mig svo er þetta bara pælingin stresslevelið er komið það hátt þetta er mikið, hann er ekki að höndla þetta við ætlum að taka þessa reynslu, við ætlum að pakka henni niður og hann má ekki finna hana aftur og hann má ekki finna neina tilfinningar sem að tengist þessari reynslu sem gerir það verkum að hann getur fungerað og hann getur haldið áfram að bara keyra áfram í gegnum lífið að lifa af bara lifa af það virkar, þú lifir ekki af að þú ert bara einhverstaðar öskrandi bara eitthvað út í horni þá ertu bara étin eftir korter þetta er mjög, þarna er ég að kynnast áfallakerfinu alveg bara beint og bara 100% hvernig það virkar Hvernig nærðu svo þessum parti sem er að segja Sigtryggur dó finnur hann hvað gerist? Reynur ég stjórna ferlinn ekki neitt nema bara það sem gerist er ég bara fer heim og ég bara eitthvað svona, það var náttúrulega ekkert eðlilegt að ég skildi bara eitthvað sigla í gegnum þetta dauðsfall án þess að það hafi nein áhrif á mig bara það er skrítið og þarna var ég ekkert búin að læra neitt innan að partafræði eða neitt, vissi ekkert hvernig það virkar svo allt í henni bara því ég var heima hjá mér að þá bara molnaði einhver múr, ég var bara að segja einhverjum frá bara þessari meðferð og var að segja svo frá atvikinu bara og svo fellur þessi steinn á hann þessi stíi fellur á hann og ég ætla að segja og hann deyr og ég bara stoppa á orðinu deyr og ég bara get ekki sagt það og svo bara öskra ég og hrín í gólfið, ég bara ligg í gólfinu grátandi af því það bara þá loksins eftir 20 eitthvað ár þá fengu þessar tilfinningar að koma út og ég bara þarna byrjaði bara ferli þar sem ég loksins eftir 20 eitthvað ár náði að syrgja þessa upplifun, syrgja hennan mann fari í gegnum tilfinningar sem ég átti að finna sorgina og í kjölfarið finna allar aðra tilfinningar sem voru búin að vera lokaðar í 20 ára því ég var búin að vera mjög lokaður einstaklingur tilfinningarlega í 20 ár og eftir mjög bældur tilfinningarlega síðan svo allt í henni var bara nei, það er búið að breyta reglunum, hann má finna þessar tilfinningar það er búið að opna inn í allt sem hafði verið pakkað niður ég bara allt í henni var ég orðin maður sem bara það kom alltaf svona tilfinningaflóð bara, ég var kannski labbandi út og ég sá einhverja konu sem var að leiða barnið við götu og ég bara það er svo fallegt og bara eitthvað, og fyrir hefði ég verið bara eitthvað
börnur Þannig að þú maður. fékkst að finna allan skalan og þegar þú komin hérna inn í þetta erfiðasta og Já, sárasta já. þá veist að finna alla góðu tilfinningarna líka. Já, akkurat, og þá fékk ég að finna þær og fékk bara að finna hvernig er það að vera maður, Já. einstaklingur, Já. bara elskandi manneskja sem að tekur þátt í lífinu og finnst ekkert fallir í heimi heldur en bara að við séum að elskast og eignast börn og bara allt þetta skilur, á menn ég var mjög aftengdur við þetta fram að þessu sko. Hverju breytti þetta fyrir líðið sko, þú veist, Fekk ekki hausverk í 6 mánuði. eftir þetta? Bara ég fekk ekki Losnaði hausverk í 6 mánuði Já. eftir þetta. Og það er bara rosalegt sko. Hvað annað breyttist? Og svo bara breyttist það að það er tilfinningatengingin. Ég er orðin bara miklu ófeimnari við að tjá eigin tilfinningar og bara finn tilfinningar. Getur myndað tengsl og... Já, og bara, og, þú veist, og bara mjög, já, bara breytingin er bara þessi, ég er tengdur við eigin tilfinningar. Já. Og En þú varst búin sem að er tala ekki að það lítið. væri ýmislegt sko svona heilsufarslega sem að stóði fyrir þrifum á þessum tíma sem að lagaðist eða hvað? Já, þú veist, það er bara aðeins í hausverkir. Það er aðeins í hausverkir, já. Þú ert að vísa í myglu Já, veikindi og ég eitthvað vissi svona. að þú varst með eitthvað svoleið sko. Ég hef svo sem ekki tengt það við dæminni þetta, við nei. psychedelics en það er svona í vinnslu sko. En þú ert samt að segja frá svo áhugaverðri reynslu sem að útskýrir margt. Já. Þú veist, þetta að hvernig það verða til svona partar eins og við tölum sem að bara loka á eitthvað. Já. Og er að venda okkur náttúrulega. Einmitt. Það er verið að bjarga lífiðinu þannig að örgulega þú er geta farið þér eitthvað að voða örgulega í þessum erfiðu aðstöðum þegar sitjandi deyr. Ef við tölum, nú er ég búin að segja hérna reynslusögu Já. og ef við tölum bara aðeins bara hvaða kerfi þetta er og við hvaða aðstæður þetta kerfi verður til. Já, og því að þú ert nú í þessu námi, getur útskýrt fyrir okkur þá hvernig hugvíkandi efni Já. sko hvað rannsóknir að sýna og hvaða meðferð er í boði fyrir þá sem að eru að kljástu eitthvað svipað og þú? Já, sko þetta er náttúrulega þú veist, fólk getur farið og borðað þetta sjálft. Já. Skilur, þú getur farið með vinum upp í sumarbústað, þú getur borðað þetta og verið með ásetning og það getur hjálpað, Já. hjálpar mörgum. En svo er náttúrulega bara það er eitthvað value eða eitthvað mikilvægt í það að segja með þessi djúpt sár sem fólk er að vinna úr og það veit ekki endilega hvaða sár þetta er. Það er í raun og veru best að nálgast þetta frá hliðinni að spurja bara, ertu með vandamál? Já. Bara, já, hérna er vandamál. Hérna er eitthvað í mínu lífi sem veldur með þjáningu. Og þú þarft ekki að vita hvaðan þetta kemur, en mjög líklega kemur þetta frá einhverju fyrir reynslu sem mótaði þig. Nefnum einhver dæmi, fólk er með þunglindi, fólk er með kvíða, Já. fólk er með fælni alls konar, innilokunarkennd, fólk er á erfitt með að tengjast tilfinningu sínum eins og þú ert að tala um. Akkurat. Það er með svona reiði issue einhver, þú veist, með þessi stjórnarskapi sínu, þú veist, fólk er með svona sjálfshatur eða neikvætt sjálfstal eins og þú varst líka að vísa til. Akkurat. Já, þú veist, fólk er með vinnufíkn og veist, alkoholisma og alls konar vandamál, eins og þú segir. Mjög mikið af þessu vandamálum eru út af vondri reynslu á fyrri árum. Já. Og bara eins og til dæmis bara með reiði, skilur, nærtækasta dæmið, stærsta dæmið er einmitt bara, og það sem kemur svolítið, er ástæði fyrir þessa nýju forsetatilskipun er hermenn í Bandaríkjunum sem eru að díla við áfallastreituröskun sem kemur yfirleitt fram í þunglindi og reiði og það er einhvern veginn þeir bara eru með einhverja reynslu sem var bara pökkuð saman og þeir eru bara í einhvers svona survival móti, fastir í survival móti. Þeir eru með sömu reynslu og þú, það er bara lokað á þetta. Já, Þú veist, þeir eru að drepa fólk og hvernig er hægt að lifa með því öðru sældur en bara að koma ykkur og pakki þessu saman og bindi slaufi fyrir. En það er nefnilega, það er eitt svolítið áhugavert í þessu samhengi sko, að ef þú ert að fullorðins árum og þú upplifir eitthvað hræðilegt, eins og til bara það að vera í stríði með það verkefni að drepa fólk. Það er hræðilegt verkefni og svo upplifir það náttúrulega bara að viniðinni deyja og þú ert að horfa upp á börn deyja og þetta er allt saman mjög stóri hluti sem hafa áhrif á þig.
en það í raun og veru sko ekki þessi atvik sem eru að láta það líða svona illa beint, heldur það búið að sýna fram á það tölfræðilega að þeir sem að höndla ekki þessar aðstæður, það eru þeir sem að lendu í einhverju hræðilegu barnæsku. Þannig að raun og veru þurfa þeir ekki að vinna með stríðið, þeir þurfa að vinna með eitthvað í barnæsku til þess að leysa svo alla keðjuna og líða vel. Vá, nú þetta mér í hug, sko, eitthvað sem ég hef aldrei skilið einhver bjóði sér fram til þess að vera hermaður. Það náttúrulega einhver sársökja á baku það. Já, ég myndi algjörlega halda það að það er einhver skrítin reynsla sem mótar þig sem að gera það verkum að þú vilt fara í þessu upplifun. Sem eins og náttúrulega bara, ég mæli með að allir horfi á myndina þarna Of Waves and War, heitir hún það ekki? Of Waves and War, jú, eitthvað þannig. Netflix mynd sem að fjalla hermenn sem að lenda í þessu og fara í gegnum Ibogaine. Já, það einmitt sérstaklega að tala Ibogaine í þessu sambandi að það bara sett undirstrika inn í þessa tilskipun frá Trump að það sé mikilvægt að gera rannsóknir á því. Einmitt. Og að íbúgáfíkn, það tilskipun leggur ríka áherslu á Ibogaine gegn ópíóðafíkn, sem sagt. Miðað við þá krísu sem við blasir, gæti þetta verið svo meðferð sem við ættum að horfa fyrst á. Og já, þetta er kannski það svona sem að helsta ástæðan, trúir þú, fyrir því að Trump að beita sér svona sterkt fyrir því að hugvíkandi efni verði leyfð í meðferðarskyni? Já, þetta klárlega, það er náttúrulega þrýstingur, þessi heimildamynd kom út, það er ekki ár síðan held ég eða eitthvað leis, og hún hefur náttúrulega bara örugglega valdið miklu umtali í samfélaginu og það er búið að vera mikið umtal í samfélaginu í Bandaríkjunum varðandi hermenn og áfallasýturöskun og þunglindi. Þannig að það er svona hvatinn. Og þú varst í rauninni að segja rétt á hann að það kemur í ljós að hermenn, þeirra vanlíðan birtist í svona reiði og hvað annað er það? Bara reiði og já, bara og þunglindi sko. Já, reiði og þunglindi. Já, bara vanlíðan sko. Og vanlíðan almennt sko. Og þeir eru ekki ofta að ná að tengjast fjölskyldunum sínum, þú veist, þegar koma úr stríði og svona. Akkurat. Og það er að koma í ljós þá í rannsóknum að það er ekki endilega svo upplifun af stríðinu sem að þarf að heila heldur eitthvað sem gerist í barnæsku hjá þeim. Já, og það er búið að bara sýna fram á það að þeir sem að lenda í vandræðum eftir stríð, þeir sem að fá varalega áfallasýturöskun eftir stríðsupplifun eða svona upplifun af fullorðinsárum, að það eru þeir sem að lendu í einhverju vondu í barnæsku. Það er skali sem heitir ACE, eitthvað Adverse Childhood Event, próf sem tekið af fólki og þeir sem skora hátt á því prófi og barnæsku, að þeir ekki að höndla erfiða kringumstæður á fullorðinsárum. Og eigum við þá að tala það hvernig þessi efni hafa áhrif á áfallastreituröskun, sem er þá kannski aðal vandamál fólks í nútímanum. Já, það eru allir með áfallastreituröskun. Já, akkurat, einmitt, áfallastreituröskun er þegar þú ert fastur í einhverju, getur ekki komast út úr einhverju slemmri upplifun. En ég er engin sérfræðingur á þessu sviði, en ég myndi halda að í raun og veru sé áfallastreituröskun bara áfallakerfið í yfirsnúningi. Kerfið sem ég talaði áðan, sem að þú lendir í áfalli, þú lokar af tilfinningunum og síðan eftir komin á fullorðins ár og þú getur ekki þá fundið einhverja vissar tilfinningar eða þú getur ekki höndla vissar aðstæður af því að þetta segir þér að þetta séu hræðilegar aðstæður og þau eru að forða þér og þannig að þarna er að tala um þetta áfallakerfi sem að gera það verkum og þú getur til dæmis lifað af í einhverjum hellasamfélagi fyrir 10.000 árum síðan af því að í staðin fyrir að vera að rífast þetta við einhvern og fá þínu framgengt að þá er mögulega bara betra að loka sem tilfinningu niður svo að því sé ekki kasta út úr samfélaginu því að ef þau eru kasta út úr samfélaginu og hellinu þá ertu dáin. Þannig að þetta var mikilvægur í gamla daga og þess vegna er þetta kerfi bara í okkur en á ekki endilega við í dag þegar við erum að tala um að fólk er að lifa hérna kannski 2-3 lengur heldur en í hellasamfélagi og heimurinn er ekki eins hættulegur.
Og ef að við tökum svolítið utan þetta, við erum búin að tala þína sögu og þú kemur inn á svo margt sem að útskýrir hvað þessi efni að gera og hvernig þau geta hjálpað og hvaða nálgun í boði og og mér langar líka bara að heyra hjá þér og ég veit að þú ert formaður félagsins, hugvíkandi að það alls konar umræði í gangi og svo ert þú að fara út allan heim að vinna með fólki sem að kenna meðferð. Já, ég er búin að ná að tengja mig svolítið inn í akademiska heiminn og þetta svona aðalega gegnum stofnun sem heitir MAPS í Bandaríkjunum sem að stendur fyrir Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, rosalega þjált nafn. Já. En þetta basically, MAPS batterið sem að stendur mest á bakvið það að löglíða efnin í Bandaríkjunum. Já. Og þá aðalega MDMA. Sem fagnar núna óurlega að Trump hafi gefið út þessa tilskipun og segja bara eftir 40 ára baráttu þá loksins. Já. Þeir eru ekkert eitthvað mest ánægð með þetta komið frá þessum aðilum en klárlega ánægði með að þetta sé mögulega að fara að gerast. Já. Og þannig ég búin að vera að vinna mikið fyrir MAPS, búin að vera að vinna í því bara sem tæknimaður og svona einhver, bara hjá námskeiðunum þeirra. Þeir eru að halda námskeið út alla Evrópu og Bandaríkjunum þar sem þeir eru að kenna sálfræðingum og heilbrigðisstarfsmönnum að vinna með MDMA í meðferðarskyni. Já, og það er nú kannski allt til að segja frá því og þegar ég var á þessu námskeið og kynntist þér þar og það stór hópur Íslendingum búin að fara í gegnum þetta nám að læra að vinna með MDMA í meðferðarskyni og margir að starfa í heimi af faglærðum MDMA meðferðaraðilum. Já, hugsaði það. Það bara langt yfir alla Þannig að það eru 40 einstaklingar búin að læra þetta á Íslandi. Þannig að þetta fólk býður margir hverjir eftir því að þetta verði formulega leyft og ef við tölum aðeins það hver staðan lagaumgjörðin þá eru við að gera okkur vonur að þessi tilskipun forseta Bandaríkjanna verði til þess að það fari eitthvað að stað hérna í Íslandi. Já, ef fjalla bara svolítið hvað þessi tilskipun, hvað þýður honum og hvað hefur hún að segja fyrir Ísland. Endilega. Er það ekki ágætt? Bara markvisst og við erum alltaf bæði svolítið út og suður. Það er bara frábært. Ég ætla að vona að allir sem sé að horfa okkur séu með ADHD og ná að fylgja okkur. Þannig að það hjálpar. En þetta er allavega við náum utanum þetta og komum með þetta heim og saman í lokin. Já. En þetta er góði punkti hjá þetta. Segðu mér aðeins frá þessari tilskipun. Já, þessi forseta tilskipun, eins og sagði upp þetta er sennilega stærsta ákvörðun sem ríkisstjórnin hefur tekið á þessu sviði og áhrifamesta vonandi. Og hvað þýðir þetta? Þetta þýðir ekki það að það eigi að fara gott að gera smá distinction þetta er ekki verið að fjalla lögleiða einhver fíkniefna. Það er kenningar sem segja að það sé bara miklu betra að lögleiða öll fíkniefni, kókaín og allt þetta og fólk eigi bara að sjá þetta sjálft og það verið miklu betra og minni glæpur og allt þetta. Og það er bara umræða út af fyrir sig. Hérna er ekki verið að tala um það. Hérna er bara verið að tala um að og basically Trump og ríkisstjórnin er að bara segja hérna er bara viljayfirlýsing yfir það að við viljum að það sé lagt svolítið í og spýtt í lófana með að gera rannsóknir og koma svo hraðar í gegnum kerfið heldur en kannski myndi venjulega vera gert. En það er ekki verið að leggja niður einhverjar kröfur sönnunargildi þessara meðferða. Það er ekki verið að kreista þetta í gegn bara í blindni. Það er bara verið að segja, ok, við ætlum að skoða þetta og við ætlum að skoða þetta hratt og við ætlum að skoða þetta betur en við erum búin að gera hingað. Og það er líka verið að segja svolítið að vera að taka þetta niður úr svona, það er verið að gera þetta meira svona, gefa þessu meira credibility. Þetta er ekki bara eitthvað neðanjarðar svona einhvern veginn umtal. Þarna er þetta komið svolítið meira upp á yfirborðið og gefur þessu meira credibility svona pólitískt. En það er verið að gera mjög ábyggilega rannsóknir í bara öllum helstu háskólum í heimi þessar myndir. Þannig að ég hef aldrei skilið af hverju það er ekki einhvern veginn tekið mark á því. Það er einhver þekkingarleysi og fordómar sem eru að hefja fyrir því að
veist, já, það er að sýna sig eins og í þessum rannsóknum sem MAPS, þessi stofnun sem þú vitnaðir í áðan, þar hafa verið gerðar sko mjög ábyggilegar rannsóknir, þriðja fasa rannsókn meiri segja, þar sem að bara mjög góður árangur á fólki með þunglindi og áfallastreituröskun. Já, akkurat. Það bara, ég man ekki tölurnar en ég man á sínum tíma þegar ég las þetta var alveg ótrúlegt. Það var bara 90% árangur. Það er 70%. 70% árangur af því. Já, ég var rúlaðis yfir, ég var búin að gera það smá samantekt af bara hvað rannsóknirnar segja ágæti skilmikvita efna í meðferðarskyni. Frábært. Helsta rannsókninni er sem sagt bara MAPS, búið að vera að rannsaka hversu gott er MDMA og meðferðin þeirra til þess að losa fólk við áfallastreituröskun. Og þá erum við að tala fólk sem hefur lent í ykkur hræðilegu og það er ekki að höndla lífið eftir á. Það er fast í þessari upplifun. Og það var hvað 71% þátttakenda voru ekki lengur með áfallastreituröskun eftir það að hafa farið gegnum þessa meðferð. Og reyndar var alveg sko mjög stór partur af þessum hópi sem fekk lyfleysu en meðferðina svaraði líka mjög vel og þannig að þetta er bara mjög góð meðferð skilurðu. Þannig að meðferður umgjörðin að það hitta þessa meðferðar aðila og tala við það var líka gagnlegt bursi frá því að fá efnin. Já, þannig að það er ekki bara efnin en efnin alveg bara gefur svo gríðarlegt búst. Já. Og þau fóru í 3 er það ekki í flestum tilfellum, 3 MDMA ferðalög? Jú, þetta voru held ég 9 samtalstímar og 3 8 klukkutíma MDMA ferðalög. Já. Þannig að við erum að tala kannski 3 mánaða ferli sem bara kannski lagar eitthvað sem búið að vera vandamál í 10 ár. Svolítið magnað sko. Já. Þannig að, og hérna erum við að tala einhverja tölur og þær segja eitthvað. En síðan bara, þegar ég er búin að, og við bæði erum búin að fara í gegnum þetta nám og við erum búin að sjá persónulegar upptökur af viðtölum við fólk sem er að losna við alvöru vandamál. Þá fattar maður hvað þetta er stórt. Hérna erum við að tala fólk sem er orðið það veikt andlega út af einhverju áfalli. Það er að reyna að deyja. Já, það er bara, sjálfsmorðstíðnin er gríðarlega há, fólk getur ekki þátt í lífinu, það getur ekki verið til staðar fyrir börnin sín, margir getur ekki unnið og svo bara, það bara kemur tilbaka og getur bara komið aftur upp á svið og bara haldið áfram. Þetta er rosalegt, sko. Magnað að sjá alvöru reynslusögur, þess að fólk bara lýsir því að þetta bjargar lífi sínu. Algjörlega. Þannig að þetta er, ég tel mig að vera að ganga til dæmi bara hvað þetta, hversu áhrifarík þessi efni eru og svo náttúrulega bara er tölfræðin sýnir það líka. Og það er ekki bara, þetta er mjög mörg efni sem eru til stað. Þetta er psilocybin til dæmis. Já, segðu okkur fleiri rannsóknir. Hvernig gagnast hann? Já, Kompass var að rannsaka svolítið með psilocybin eða sveppin og það var bara við svona þunglindi sem er ekki að svara öðrum meðferðum. Og það voru 30%, 1/3 sem að urðu nánast einkennalausir eftir 3 vikur eftir 1 skammt af psilocybin og það var örugglega einhver meðferð með því sko og síðan náttúrulega líka við sko svona, hvað kallar þetta end of life anxiety, eins og þegar fólk er kannski komið krabbamein og það er komið gríðarlegan kvíða, það er mjög stórt vandamál sem það er að díla við. Já, ég ætla að fjalla það bráðum, það er við eigum íslenskan sérfræðing á því sviði. Já, frábært. Þannig að það er líka mjög áhugavert að fólk fái að eiga hamingjuríka tíma á þessum loka skrifum ævinnar. Og í þessari rannsókn var 80% sem fengu bótmála og minni ótta. Já. Og þá erum við að tala þá erum við að koma niður að þetta getur hjálpað að losna við einhver áföll en svo getur þetta líka og mig grunar í þessu tilfelli að hafa þetta hjálpað fólki að mynda einhvern veginn dýpri tengingu bara við lífið og heiminn og sætta sig meira við dauðan. Það er bara hægt að vera hræddur við dauðan en alltaf stór skref og það út af því ég er aðeins búin að kynna mér þetta að það er líka að lengir lífið verulega lífin virka betur þegar það kemur slaki í kerfið og þú getur bara farið að bara hvíla með því sem að býður þín og kemur og svo er líka dæmi að fólk bara læknist. Já,
Ég þekki það ekki, það náttúrulega magnaði ef að svo sko. Já, það náttúrulega, þú veist, þá kannski nær líka minna að fara í einhverja vinnu sem að hann komst ekki í út í að hafa svo mikið streita í kerfinu. Hann ætla bara rannsóknir sem sýna fram á það að sko bara þín líðan, andlega líðan og tengst þín við fólkið í kringu þig, það það sem hefur mest áhrif á það hvernig þú funkar líkamlega, hvort þú eru veikur, hversu lengi þú lifir. Það er mjög stór rannsókn frá Harvard frá 1944 sem er ennþá í gangi, okkur 200 einstaklingar sem sýndi bara fram á það skiptir mestu máli eru tengst þín við fólkið í kringu þig. Já. Þannig að þetta er alveg eitthvað til að skoða sko. En við erum búin að nefna MDMA og psilocybin og það er kannski það sem að hefur verið notað mest heima, en svo er það þetta íbúka. Mér langar svolítið að heyra hvað þú veist um það. Sko, ég þekki íbúka eða íbúgein minnst af öllu þessum því það er svolítið svona nýtt að koma inn í raun og veru og er svolítið spes. Það er sérstaklega, nú ætlum ég að lesa það sem er í þessari tilskipun frá Trump. Íbúgen í brennidepli í þessari tilskipun, sérstök áherslu lögð á efnið íbúgen sem talið geta hjálpa gegn fíkn og áföllum, en FDA gaf nýverið grænt ljós á klíniskar prófanir og efnin í Bandaríkjunum samhliða undirrituninni. Og samhliða þessu er tilmæli til lyfjaeftirlitsins sem hefur verið að stoppa alltaf í rauninni að leyfa allt að það verði bara opna fyrir allavega heiðarlega skoðun á þessum rannsóknum. Og reynur verið það sem þetta þýðir er að rannsóknir af þessum og umsóknir það að nota þessi efni þau fá flýti meðferð sem þýðir það að það muni kannski taka 2 mánuði að fara í gegnum FDA approval í staðinn fyrir að vera 6 til 8 mánuði. En það sem að vera að gera rannsóknirnar og alveg jafn ítalega og áður sko. Já, þannig að það er ekki bara hægt að fresta og íta til hliðar. Nei, þetta mun flýta, ég er sannfærður þessi efni virka og þetta muni fara í gegn. Kannski mun eitthvað koma upp sem að leiði ljós að þetta sé eitthvað sem ég veit ekki af, skilur við þetta, maður þarf að vera opinn fyrir öllu. En þetta henti ekki öllum, það er mjög líklegt. Já, það er mjög líklegt sko og ég er alveg þeirri skoðan að þetta hentar ekki öllum. En mögulega hentar ekki öllum. En þetta mun alveg klárlega flýta fyrir hvað þetta mun taka langan tíma og þetta mun breyta þá umræðin í samfélaginu og það sem þetta mun kannski gera á Íslandi myndi ég segja er sko að þetta mun breyta umræðinni fyrst og fremst. Þessi lagasetning í Bandaríkjunum hefur ekki bein áhrif á Ísland því við erum bara ekki með sama lagakerfi skilur við. En þetta mun breyta umræðinni og þetta mun kannski gefa okkur fyrr aðgang af upplýsingum, rannsóknar tengdum upplýsingum og mun mögulega ít okkur áfram líka bara tímalega séð að ef að þeir hraði sig gegnum kerfið þá mun koma hvati mögulega innan Evrópu að gera slíkt því sama. En nú er víða í Evrópu búið að samþykkja allavega notkun í rannsóknarskyni og segðu mér aðeins frá því. Hvað er, þú veist, við vitum að Sviss er með, þar er hægt að komast á svona klínik, í Hollandi getur fólk, bara Íslendingar geta farið í svona hugvíkandi meðferð. Akkurat. Víða út í heimi, er ekki líka á Spáni? Nei, ég held að það sé Portugal. Ekki á Spáni. Spáni er mjög stífur varandi þetta og er að ráðast inn í serimónir með hrískotabissur og valda fólki í áföllum. Ég myndi ekki fara til Spánar í svona. Portugal er búin að ekki lögleiða skilmikandi efni en þeir eru búin að gefa svona slaka. Þannig að fólk er ekkert vola hrætt við þetta. Þú mátt ekki opna búð sem selur sveppi í Portugal en hins vegar getur alveg verið með eitthvað svona retreat center og verið að vinna með þessi efni og það er miklu meiri slaki þar sko. En hvað er að gerast hér á Íslandi? Ísland alltaf er að bara fylgja Evrópu mestmegnis og munur að fylgja Evrópu, mun sennilega ekki fylgja Bandaríkjunum beint, ég veit það ekki en það væri mjög frábært ef Ísland myndi bara vera pínu leiðandi í þessu öllu saman og við höfum potential til þess að vera það og sérstaklega í rannsóknum að við erum lítið samfélag, við erum með aðgengi að þessum decode gagnagrunni
þannig að við erum alveg í mjög áhuga verðu umhverfi til þess að vera leiðandi. En segðu mig, nú bara önnur manneskja sem maður hittir í sundi að tala að hafa farið í svona ferðalög og hvað giskar á að stór hluti þjóðarinnar hafi farið í einhvers konar hugvíkandi ferðalag? Það eitthvað sem þú ætlar að segja mér eftir nokkur mánuði en Já, ég að gera smá skoðanakönnun á því en allavega ég giska á 20-25% þjóðarinnar. Já, ég myndi ekki segja 25 sko, það svolítið mikið en ég veit það ekki. Nei, ég veit það ekki heldur og það verður forvitnilegt að vita hvað rannsóknin sýnir en það svo stór partur af eldra fólki kannski og sem en það alveg sko, einu sem ég veit það var nú í áramótasköpunu, skilurðu? Já, ég veit það var bara allt eldra fólki var akkurat að gera þetta og ég ekki frá því að sé stór hópur af einmitt miðaldra fólki sem farið að gera svona tilraunir í þessa veru. Við tökum inn sko smáskammta, mikrodósing, þar sem við tökum mjög litla skammta bara á venjulegum degi þá þetta mjög líklega mögulega komið upp í einhverja svona tölu. Einu sem ég veit að það mjög líklega sko alveg svona prósentan af Íslandi versus Evrópu alveg mjög líklega svona 2 sinnum hærri. Því Íslandi einhvern veginn mjög opið og komið mjög langt inn í þetta og þetta búið að normalisa samtalið rosalega mikið í fjölmiðlum og svona sko. Þannig að ég sérst í tengslum við öll psychedelic samfélögin í Evrópu og þegar ég að lýsa umhverfinu á Íslandi þá þau mjög hissa sko því þau að díla við rosalega miklu fordóma í umhverfinu og þannig að Íslandi klárlega með sérstöðu. Við erum nú fræg fyrir það að vera opin og móttækileg og forvitin nýja hluti og nýjungar. Algjörlega, svolítið spes En þetta náttúrulega ekki nýtt sko en og þú veist, þannig að þetta bara við erum að fylgjast með og við ætlum bara að gera þetta ábyggilega og bara við gerum ráð fyrir því að eftir hugsanlega einhverja mánuði verði komin meðferðarmiðstöð sem að veitir meðferð með hugvíkandi efnum. Það væri óskandi. Það væri óskandi. Já. Og ef einhver svona lokaorð eða einhver svona ósk þín hvernig myndi þín ósk hljóða í þessu samhengi? Í þessu samhengi? Maður veit ekki hvað mun gerast þetta í Bandaríkjunum en þess bara mín ósk bara svo að Ísland verði svolítið leiðandi það er bara svolítið mín ósk en maður skilur þennan trega í kerfinu af því að ef þú tekur ákvörðun eitthvað svona og svo kemur í ljós að það eitthvað slæmt við þetta að þá svolítið vont að bera ábyrgð á því sko. Mín ósk bara svolítið að fólk sé ekki stofnanir sé ekki hræddar við að stiga þetta skref og svo mín ósk svolítið líka svolítið svo að það gerist eitthvað í undirheiminum sem að gera það verkum að þetta verði örugg meðferð fyrir fólk fólk að nota þetta og mín ósk svolítið svo að við búum til þá umhverfi sem að passa þetta fólk við getum ekki stoppa fólki að nota þetta bara sjálft heima á sér þannig að mín ósk svo að það tengir svolítið hugvíkandi og svolítið sem forritunir sem ég að gera sem við erum ekki búin að tala um Ég var einmitt að hugsa sko kannski út af því að við erum að skilja þessu umræðu eftir svona svolítið þú veist margt sem þyrfti að ræða betur hvort að ég með vísa á heimasíðu hugvíkandi og það haldnir fundir fyrir þá sem að hafa áhuga á þessu málstað og vilja taka þátt í umræðunni að fylgjast með þeirri umræðu og þar líka hægt að fá kannski leiðbeiningavarandi einhverja meðferðaraðila eða slíkt. Já, það ekkert að fá við getum ekki bent á einhverja meðferðaraðila sko. En það eru sálfræðingar sem eru að vinna bara sem sagt bara löglega, það má tala um þetta, það verið að tala um það verið að hjálpa fólki að fara í svona ferðir án þess að verið að gefa fólki efni eða snerta einhver efni en það fólk sem að veita aðstoð og félagið hugvíkandi ég myndi hyggstalaust mæla með því að fólk myndi gerast meðlimur hugvíkandi og það því að við erum sérst að setja í gang svona fundi þar sem fólk getur komið saman og rætt reynslu sína fengið stuðning fengið hjálp við að vinna úr ferðum og fengið hjálp við að komast að hvernig best að gera þetta responsibly og þannig að þú fáir sem besta útkomu það verða líka kynningafundir þar sem að vera bara
fjalla þetta, eitthvað vist málefni. Þannig að það rosalega mikið að fara að gerast í félaginu hugvíkandi. Já. Þannig að endilega mælum við að gerast meðlimir þar og þá ertu komin á póstlista og færð allar upplýsingar. Já. Já, frábært. Já. Einhver lokaorð sem vilt bæta við hérna? Einhver lokaorð? Nei, það kemur ekkert upp í hugan, sko. Nei. Við erum búin að fara svona vítt og breytt yfir þetta og við erum allavega búin að bjóða ykkur svona innsýn inn í þennan heim og það sem að gerast í heiminum varðandi hugvíkandi efni og í rannsóknum. Og við ætlum að láta þetta duga hérna í dag en það verður eflaust fjalla meira hugvíkandi efni hérna á næstunni. Takk fyrir þetta. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.